Hæ, ég heiti Silvía Nótt og verið ógeðslega velkomin í þáttinn minn Sjáumst með Silvíu Nótt. Í þættinum í kvöld gerum við ógeðslega töff. Þú veist, förum út á land og tölum við landsþekktan tónlistarmann. Þú veist. Og svo ferum við, þú veist, á staffafund. Þið fá að fara með mér á staffafund, skilju. Og sjá hvað er erfitt að vera ég, þú veist, í vinnunum minni. Þú veist, það er ekki allt glamur, skilju. Og svo fá að sjá, þú veist, mig og Sirri, vinkonu mína. Og af hverju við erum svona ógeðslega góða vinkonur, skilju. En þú veist, við ætlum að byrja á því að, þú veist, að sjá hvernig ég, þú veist, að undirbúa mig til að vera, þú veist, sjónvarpsstjarna sem að, þú veist, þjóðin elskar, skilju, og dýrkar. Ok! En þú veist, núna er ég að undirbúa mig, þú veist, fyrir eitt viðtal sem ég er að fara í, skilju. Og þú veist, og þið getur bara hort á meðan á, þú veist, mig og Sirri og mig og alla frægu. Ok, sjáumst. Hefur séð Sirri? Hefur séð Sirri? Hefur séð Sirri? Og þú veist, hárið á henni er eins og, þú veist, hreiður, skilju, ég var að laga það, skilju. Sirri! Ég þekki Sirri, sko. Já. Yes. Hefur séð Sirri? Já. Hefur séð hárið á henni? Sérðu? Já, hún er hana. Það er ekkert túbara, skilju. Ertu komin að greiða mér? Viltu? Bara láta hana Berglindi þetta. Hún er eiginlega með meiri reynslu en þú. Það þarf bara svona fancy mikið þegar maður er bara að byrja. En Sirri, Já. þú veist, áttu margar vinkonur? Já. Langar það bætist í hóp? Já. Er ég í saumaklúbbi eða svoleiðis? Já. Elveri? Má ég vera með? Nei. Stofnum bara nýja. Og bara við? Já, Ógeðslega sætir strákar. fleiri hérna skjáðina. Byggjum auðs. Ok, heyrðu. Berglind, má ég núna? Já. Sirri, ég get greitt þér. Nú þarf ég bara að fá hérna smá frið. Við erum bara að fara í loftið. Bless! Sjáumst. Bless! Takk fyrir komuna. Þið geta ekki farið með aftar af því að þá dettið þið, skilju. Það má nefnilega ekki, þú veist, trufla Sirri á meðan hún er að tala, skilju. Hver ert þú eiginlega? Húsmóður úr Garðabænum. Ertu ekki fræg? Nei. Ég er fræg. Já, það er til hamingju. Þú situr hér. Ok. Hef eiginlega ekki talað tíma til að tala við, að ég er að tala við Sirri og svona. Já. Þú getur ekki sest hérna, Sirri situr hér, sko. Og hérna gangi vera að vera fræg. Það er frátekið fyrir hann. Af hverju er að tala við? Sest þú hérna, skilju, og þú hér. Geturðu spila Get Down On It? Þetta á ekki að vera hérna, það þátturinn er að byrja, skilju. Það er svona Get Down On It, Það er að fara með þetta, skilju. Og þetta á ekki heldur að vera hérna. Og Celine Dion er bara þegar maður fyrir að sofa, skilju. Það er tæknimaður, hann er að taka þetta. Shit, ég er ógeðslega stressað. Það vantar nefnilega eitthvað svona töff lag fyrir Sirri. Nei, skilju, það er þroskar eftir fólki í vinnunum, skilju. Hann er að taka þetta, skilju. Þessi er ekki fræg, skilju. Hvað er hann að gera? Nei, bara að æfa, bara að prófa. Fara, skilju. Farðu lengra nær Sirri, skilju. Blóminn. Nær Sirri. Hvað er langt í útsendingu? Farðu blóminn nær Sirri. Tæknimaður. Kona. Lady. Bitch. Það þarf að redda nýjum, þú veist, tónlistarmönnum, skilju. Sko, út með þig! Hæ, ég heiti Silvía. Ég er komin hérna á Sauðafjörð og þú veist, mamma bað mig að taka viðtal við Germund Valtýsson, uppáhaldstónlistarmann hennar. Og ég ætla að gera það. Ógeðslega sætt, þú veist. Við heilsaði mamma, I love you. Sjáumst.
það svo skemmtilegt við vinnuna mína að þú veist, ég fæ að hitta ógeðslega mikið af fólki sem ég held ég myndi aldrei hitta, þú veist, músíkfólki og tónlistafólki og syngifólki og við erum komin núna í Ólafshús á Sauðárkróks borginni og þú veist, við erum að taka viðtal við Geirmund Valtýsson. Ókei. Hvernig fílarðu músíkina þína? Hvernig fíla ég músíkina mína? Nú, ég náttúrulega væri nú ekki að berjast í henni ef ég fílaði hann ekki. Það er alveg ljóst, ég hlýt að fíla hana mjög vel. Ég ólst upp við músíkina þína í eyrunum á mér. Mamma mín spilaði hana alveg daginn og daginn. Og þú veist, ég kann alla músíkina utan að, þú veist, uppáhaldslagið mitt er hana, hvað heitir það? Hana, stál og hnífur er merkið mitt, merkið hans. Nei, þetta er ekki eftir mig þetta lag. Ekki? Nei, ekki þetta lag, nei. Ó. Við verðum að spóla við þetta. Ó, já. Við verðum að spóla við þetta. Já. Gott. En þau er svona, lagið hana. Ég vottar í leik, við mig skoða það ég bara. Nei, það er ekki heldur. Það er eins. Ekki það? Nei. En hvað? Þetta er svona steppa. En hvaða lag? Þetta er nú er léttur. Þetta er svo nú er léttur og býtu við. Hvernig er það? Nú er ég léttur, já ég er nokkuð fjettur. Þú er aldrei heyrt þetta. Ókei. Samdur ekki hinn lögin? Nei. Ég samt ekki þessu lög sem þú varst að tala um. Ókei. Samdi þau ekki. Ókei. Takk ógeðslega mikið fyrir þetta viðtal og sjáumst. Já. Þetta er ekki búið. Engi fara aftur. Sjáumst. Ég ætla aðeins að tala við tæknimannin. Ég ætla aðeins að tala við hann. Þetta er vitlaus. Þetta er vitlaus. Þannig þú að tala við hann. Ég að tala við hann? Ég veit ekkert hvað þetta er. Ég ætla að fara í klósti og kalla hann að þeim er farin, sko. Kallaðu þér út farin? Þannig að stála hnífur er merkið mitt, merkið hans. Þú hringir Geirmundur, hálfur Skagafjörður. Ég vil bara fá gamla jobbið mitt aftur, sko. Nei, Finnbogi. Ég vil bara fá að fara að klippa skjáauglýsingar aftur, sko. Þetta er bara steik, sko. Þú hefur lesið póstinn sem hún hefur verið að fá. Finnbogi, aðeins. Við báðum að vinna með Silvíu Nótt í sumar. Þú tókst að þér að vinna með Silvíu Nótt í sumar. Við erum að borga þér aukalega. Ég verð að biðja þig að halda áfram. Hvernig á ég að setja með henni? Þú eini tæknimaðurinn virðist vera sem hún getur unni með. Samt kvarta dálítið. Ég, þú veist, verð með að geða þessu minna mun meira heldur en að vinna með svona skrimsli. Þetta er skrimsli. Svo þarf ég að sitja þarna eftir með Geirmund og útskýra fyrir hennum að... Ég veit. Daman heldur náttúrulega að hún sé bara, þú veist, gjöf guðs til sjónvarps. Þú þurft að útskýra fyrir hennum að hún meina þáttu þetta pabbinar á eitthvað stóran. Þú veist, hún talar ekki eins og við, menn hún ávarpar mig ekki eins og við. Nei, hún talar ekki við neitt. Hún svarar mér ekkert. Getur reynt að draga henni á skrifstofu til mín, svo ég tali við hana? Já, ég sendir hann til þín. Þú veist, ertu þá til ég að biðja hana, þú veist, að hætta að koma í vinnuna? Ég get alveg reynt að... Nei, ég get ekki beðið henni að hætta að koma í vinnuna. Við vorum að klára henni þátt með henni í sumar. Afsakið, þú veist, það er útsending fara að byrja hérna. Já. Þú veist, það getur kannski verið frammi, þú veist. Fyrir ekki að við erum að fara hérna, verð þú frammi? Er hún ennþá hérna? Já! Sprey. Veistu það, þú ætlaðir að koma hérna smá stund til að fylgjast með okkur, fylgjast með mig vinna. Nú bara megum við ekki vera að þessu. Þú ætti bara að fylgjast með okkur smá. Bye! Sjáumst, Siri. Sjáumst eftir þáttinn. Sjáumst eftir þáttinn, ég skal hjálpa þér. Hey! I love you.
Hei. Hæ Silvía, takk fyrir að koma. Ég bað þig að koma til þess að við getum kannski svona talað hvað við getum gert betur í þættinum og það eru kannski nokkri hlutir eins og Lengjan. Lengja þáttinn? Nei, við þurfum ekki að þetta er fínt format, þetta hálftíma format. Okay, en það eru svona hlutir, leið mér aðeins að fara yfir kannski nokkri hluti. Ég er að byrja að fá dálítið af tölvupóstum og bréfum og það er einhverju undirskriftarlistar víst í gangi sem að af fólki sem er kannski ekki mjög ánægt með þáttinn. Bara einhverjir feministar. Ég veit. Helmingur Íslendinga er undir meðalgreind. Það er nú bara þannig. Nú, þetta skilja. Okay, allavega, út af þessu það langaði mig að fara yfir einhverja hluti þar sem að hvað við getum gert svona til þess að bæta þáttinn saman. Og það hringdi í mig strákur, Birgir. Birgir Maus. Já, gott ef hann sagðist ekki verið í Maus. Yes. Ég er búin að reyna að ná í hann, skilju. Hann er alltaf ekki, þú veist. Já, hann náði í mig allavega og hann var ekkert ánægður með það að þú hefur verið í einhverjum blöðum, einhverjum tímaritum að tala að þið séu kærustupar. Hann er kærustu minn, skilju. Já, þessi Birgir er ekki alveg sammála því að þið séu par. Hann er bara feiminn, skilju. Nei, og líka þetta með að segja svona alls konar hluti. Það var haft samband við mig frá Sóleyjargötu 1. Það er skrifstofa Ólafs Ragnar Grímssonar sem er forseti, ekki forsætisráðherra eins og þú segir. Það eru allir skotnir í mér. Já. En þú í fyrsta þættinum last bréf frá honum og svo segir ég séð og heyrt held ég að Ólafur Ragnar hafi hringt í þig og ég hef mjög sterklega á tilfinningu að þetta sé ekki satt, Silvía. Þú veist, ekki gera það, ég sé alveg að þú gert þetta sjálf, ekki gera þetta og ekki með forsetan, sko. Ég er með, ok, leið mér útskýra fyrir þig. Til þess að reka Skjá 1 þarf ég að hafa útvarpsleyfi og til þess að fá útvarpsleyfi þá þarf ég að skrifa undir alls konar blöðum að við reynum að vera með sanngirni og sannleika og þú veist að því ég er svona eiginlega sem útvarpsstjóri eða sjónvarpsstjóri þá er ég svona rit. Ok. Ertu búinn að sjá fanklubben minn? Það sem ég er búinn að sjá er viðtalið þitt við Geirmund. Geirmundur Valtýsson er hann er svona þjóðargersemi á Norðurlandi. Maggi? Já, Silvía, hann samdi ekki stál og hnífur. Skagfirðingar verða ekkert óslega ánægðir með þetta og það er þarna sem að þú getur kannski... Það er kokteilboð hjá mér sundaginn. Ætlarðu ekki að koma í það? Pabbi verður þar. Jú, takk. Allir. Jú, mamma þín hringir örugglega í mig. Veistu hvað bein útsending er? Yes. Þú ert alltaf að segja og sért í beinni útsendingu. Ekki segja og sért í beinni útsendingu því þú ert náttúrulega ekki í beinni útsendingu og fólk sér það alveg. Þú ert í Kolaportinu og tegir mig og bygga í Maus, þú ert út allan bæ, þú ert kannski í útlöndum. Það var í beinni útsendingu, það var að tala beint frá staðnum, skilja. Nei. Þetta fer inn á spólu, spólan kemur hingað, það er klift, skilurðu, svo fer það sent út seinna, ekkert sama dag. Ekki gráta, Silvía. Silvía, ekki gera mér þetta. Ok, við skulum bara hætta alveg að tala þetta og segðu kannski bara einu sinni hverju þættu sett í beinni útsendingu, ekki þú veist í tveimur atriðum í röð sem er ekki frá sama staðnum, ok? Ég var búinn að gefa þér súkkulaði, skilur, og bjóða þér kokteilboð og svo ert þú ógeðslega leiðileg við mig. Takk fyrir súkkulaði, takk fyrir kokteilboð, ég hlakka til að koma. Silvía, ég er ekki að skamma þig. Alls ekki og ég vil ekki að þú fari heim og þú veist, halda að ég hef verið að skamma þig að segja, þú veist, að ég hafi verið að skamma þig að þig. Þú fylgdist með Sirríu daginn, var það ekki? Í tökum, Silvía, ekki gráta. Já, þú manstu fyrst þú fórst í Sirríar? Það var ógeðslega gaman, var það ekki? Yes. Já. Sirrí er í sumarbústað núna, eða var, og er í sumarfríi, en hún er komin í bæ núna og hún er tilbúin til að hitta þig, til þess að tala við þig. Ég var sko ekki að gráta. Ég var bara hans að... Ég var að afvinna mig. Ok. Sirrí er komin, Sirrí býður frammi núna. Hún er tilbúin að tala við þig. Sitt. Ok. Ég er eins og lufsa, skilur. Ég verður að fara heim og skipta föt og skilur hára á mig og koma allt í fokk. Það er bara að segja henni bíða. Ok? Og bara láta hann bíða að fá sér kaffi bara? Yes. Hvað lengi? Svona 2 tíma. Það var ógeðslega fljótt. Skvöldast bara heim. Ok, ég skal hérna, ok. Og núna er segja henni þú fara. Já. Og segja henni að bíða eitthvað annars staðar svo hann sjá mig ekki. Af því ég... Nei, hún er fram með fundarherbyggi, þú kemst bara út hérna. Ok. Bakvið, ok. Segðu henni að ég sé að taka upp við til forsetann, eða eitthvað svona töff. Ok. Þá finnst henni ég ógeðslega töff við. Ok. Ætlarðu að taka súkkulaði? Ok.
Ræðan það þér. Takk Silvía, fyrir spjallið. Yes. Það var ógeðslega góð staffafundur. Ok, mjög fínt. Það er ekki til að þægilegt sæti hérna fyrir mig. Það getur þú fært aðeins? Nei. Kannski hún færi sig. Það er hann að færa aðeins, Nefnilega, ég er, þú veist, að fara sjónvarpsþáttina, og ég þarf að fá svona töff sæti. Já, þú þarf alveg fengið, já. Að ég get marist. Já, en ég búið bara. Að ég þarf að glósa, Það er fínt að setja hérna. Ég get verið til marinn, Margir hafa verið að spyrja, hvernig kemst maður í þennan leik? Já. Ná að klippa aðeins á Sirrí. Og hérna er ekki komið með Kristjánu Conny Bjarnadóttir. Kristjána Conny Bjarnadóttir. Við skulum láta ganga þá að gáfkosta Kristjána Conny Bjarnadóttir við símann. 058. Til að gáfkosti getur náð símasambandi við hana. Það ringir mér. Þú ert búin að vinna, flugmiða og getur fengið allt endurgreitt. Já, þetta er Silvía Nótt. En Vilja sagði náttúrulega að hún svarar ekki. Ég er vinkona með Sirrí. Og svo líka, ertu búin að vinna 1 milljón? Og bíl. Silvía, Þú ert búin að vinna bíl. númerið og að tala við í síman. Ég var að tala. Bíl. Ég trúi því ekki. Ég er að tala við vinning saman. Ég geði samminu þínum. Já. Þið gátt ekki náði hann, en ég náði hana. Já, og býtu, en hvað símir þetta? Það er ekki tengt og ekki neitt. Þetta var að vera tengt linni þannig að þetta heyrist niður. Já, ég ringdi í hana, Nei, ég meina, og hvað græðið þú á því? Ekki neitt. Þetta skiptir ekki nokkru mál. Bara fáránlegt. Akkur þetta er svona veldig tíkur við mig, ég er búin að hjálpa ykkur ógeðslega mikið og þið eitthvað, nei. Er þetta sími tengd? Maður er bara að vita svolítið meira sjónvarp heldur en þetta. Hann sagði að símanúmer var þarna. Já, nú er bara að vera að hringja. Ég sagði henni að hringja tilbaka. Ég skal svara. Nei. Til þess að hjálpa, þá þarf maður að vita aðeins. Er það ekki? Ég vissi símanúmer, ég var að reyna að hringja hana og ég gat hringt í hana og hinn gæti ekki eins og hringt í hana. Ókei. Það veist, hjálpa ykkur aldrei aftur. Og þess að hringi í Magga og hringi líka í pappa og segi, þú veist, að þú segir ógeðslega lélegur pródusent. Pappa þér. Það mitt. Sjáumst ekki. Ætlar þú ekki að fara í búninga? Ætlar þú að vera ógeðslegur eins og þeir? Nú er að hjálpa mig, Pinnan er festast í þessu, og ég verður með þessu gasgrímu. Þú veist, heyrist eitthvað í mér. Ég tala, Ég var að koma frá Magga. Já. Og hann sagði bara, Silvía, takk ógeðslega fyrir að vera með svona góðan þátt, Og svo sagði hann, þú veist, og svo getur þú kannski tekið á þættinum hennar Sirrí, Og þá verður, þú veist, að fólk með Silvíu Nótt, Það getur vel verið að það gerist eitthvað spennandi í þér í framtíðinni, en á því ég var kölluð hérna í sumarfríinu til að fara yfir svona nokkur atriði með þér sem að þú lærðir ekki þegar þú varst að fylgjast með okkur þarna daginn, þá mér dettur strax í hug. Þú er að halda utan orðin ef þú ætlar að vera sjálf með þátt í stúdíói og tala til margra. Þá verður að segja ekki Silvía Nótt, ekki tuldra svona. Taka utan orðin og ekki vera með tyggjó, Silvía Nótt. Maður er ekki með tyggjó í sjónvarpsviðtali. Nei, en af því að ég er að fara yfir atriði sem þú mátt bæta, Þegar maður er 2 ára, þá getur maður að vera með tyggjó á sjónvarpinu, af því maður veit ekki betur. Svo er eitt sem ég tók eftir. Kæra Silvía, þú verður að vita hvað fólki heitir sem þú ert að taka viðtal við. Þú veist, ég var að hugsa svo ógeðslega mikið, ég þarf að vera ógeðslega töff, og svo var ég að hugsa ógeðslega, töff spurningar, til að segja, og passa á aðleitunum var ekki að tennurnar, Þú ert ekki aðalatriðið, sá sem þú ert að taka viðtal við hann á að koma vel út og þú ert að vera búin að kynna þér hann. Geirmundur Valtýsson er frægur tónlistarmaður, þú átt að þekkja tónlistina þegar þú tekur viðtal við hann og þú átt ekki að snúa baki í þá sem þú ert að taka viðtal við. Og svo þegar þú kemur í beina útsendingu eins og þú varst að fylgjast með okkur þarna í beinni daginn, mjög gaman að fá þig, virkilega gaman. En svo varstu bara allt í einu farin að trufla og bein útsendingu og við að reyna að ná í konuna sem hafði unnið utanlandsferð og þá varst þú bara að trufla okkur, við gátum ekki ná símasambandi við hana. Já, svo er mjög mikilvægt að þú spáðir í ekki taka bara viðtölu við fræga fólki, það eru svo margir áhugaverðir þó þau sé ekki frægir eða sætir. Já, ef þú ætlar að endast í sjónvarpi þá þarftu að vika sjóndeildarhringinn
og taka viðtal við eitthvað áhugavert fólk þó að sé ekki endilega frægt eða sætt. Hvernig á ég að tala við þér? Hver er þetta í huga að ræða við sem ekki eru frægir eða fallegir? Ruslakalla. Þú veist, þá þarf ég að vera með gaskrifu, skilur. Það er svona... Silvía, nú bara tekur þið tak. Þú ferð út og finnur þér einhverja áhugaverða sem er að vinna við sorphirðu, þú finnur einhverja ruslakalla, þú kynnir þér bara þeirra bakgrunn og finnur eitthvað spennandi, hver einasti maður hefur einhverja spennandi sögu og þú kynnir þér málið og nú reynir á þig stelpa. Það er ógeðslegt. Þú veist, ég er bara að gera þetta fyrir þig, Siri, ok? Ok, þetta er Silvía Nótt í beinni útsendingu, skilurðu. Ég er að fara að taka viðtal við, þú veist, ruslakalla og það er ógeðslega lykt hérna og ég er að hætta lífið mér, skilurðu, til að taka viðtal við þá. Ég stoppa ekki að koma nálægt. Þú er að stoppa, skilurðu. Hey, þetta er Silvía Nótt, maður. Hvenær er að stoppa, skilurðu, ok, cut. Hvað? Það er að geima þetta, skilurðu, ógeðslega lykt ykkur. Það er að bíða, skilurðu. Heyrðu, var þetta ekki Silvía Nótt, maður? Heyrðu, pappina var að borga þig þáttinn, það ekki? Er þetta ekki hún? Svíti húnur. Kemur hún? Hún er að handa til mig, skilurðu. Ekki koma svo nálægt, skilurðu. Ekki. Farðu þér frá. Jesus Christ, maður. Hvað var ekki? Þannig að ekki vera með einhvern fucking kjátt, skilurðu, og ekki koma nálægt. Já. Ok, cut, begin. Ok, hi, it's Silvía Nótt. Ég kom að taka viðtal við ruslakall. Það heyrðist ekki hérna hvað það segir. Ruslakall! Ég er bara að segja kall og ég get ekki sagt neitt, skilurðu, það kemur ekki til sjálfur nema ég kalla það eins, skilurðu. Ha? Þú ert Silvía Nótt eða ekki? Já. Ég bara, hvað er það? Þú bara hljópi í mig. Þú var bara farin á nóinu, sko. Ég held að sé þetta vangir. Já, ég veit það ekki. Djöfis spjart, þetta er náttúrulega bara ofdegur. Þetta er ekkert annað. Hún er sæt. Hún er sæt, maður. Þetta er jók.